Ég ætla hér að fara yfir nýlega skák sem ég telti við Kristján Örn á þriðjudagsmóti. Þetta var frekar lítið mót, 10 keppendur og ég þurfti að vinna síðustu 2 skákina til þess að vinna mótið eftir að hafa tapað á móti Roberto. Í þessa sinn ákvað ég að tefla D4 sem ég ekki gert lengi gegn Kristjáni. Oftast hef ég leikið E4 og skákin hefur farið út í pirk, en að þessu sinni var þetta D4 og fór út í kóngsindvöru. Fyrstu leikinu koma hér upp á borðið og hann leik C6 snemma sem skiptir mig sjálfum sér ekki máli ef ég ætla að stilla upp með biskup E2 og riddara F3. Biskup E2, riddara F6, riddara F3, hrókering og biskup E3. Hér var ég eiginlega aðalega að bíða eftir að hann myndi leika E5 en í staðinn leikur hann riddari G4. Núna þarf hvítur að vera aðeins vakandi í þessum stöðum vegna þess að ef við leikum mögulega eitthvað eins og biskup D2 getur kannski komið eitthvað eins og drottning B6 og pressa þá bæði hér á B2 og hér á D4. Þannig að hvítur þarf að vera aðeins vakandi í þessum stöðum. Ég leik þess vegna biskup G5 eiginlega aðalega til þess að reyna að fá hann til þess að leika hápeðinu áfram og G5 og fá okkur í svona stöðu. En þess að ef hvítur nær síðan að leika H4 hér verður kóngstaðan hjá svörtum mjög veik. En Kristján leikur þessa stöðu drottning C7 og núna pældi ég í því hvort ég ætti að byrja á því að reka riddarinn í burtu eða bara halda áfram með liðskipunum og hrókera. Stundum getur verið gott að græða tempó með því að leika H3 og síðan bara hrókera, en H3 leikurinn getur líka verið stundum bara veiking. Þannig að ég held að sé ekkert endilega veiking í þessari stöðu hér, en ég vildi bara eiga það mögulega inni og ég leik þess vegna riddari D2 sem hóta riddarinn hér á G4. Kristján ákvað að bakka sem mér fannst alveg eðlilegur og núna leik ég biskup E3. Þetta kannski ekki endilega nauðsynlegur leikur en mér fannst hann frekar lógiskur vegna þess að biskupinn stendur frekar vel á E3 og valda D4, sérstaklega líka ef svartur færi að eitthvað svona drottning B6 pælingar að hóta B2 og D4 peðinu. Kristján leik E5 og núna í þessar stöðunni þegar ég horfi á hana svona við fyrstu sýn þá kannski kom jafnvel til greina að bara fara í eitthvað uppskipti hér út af því hvað hvítur að græða þessa riddari D2 og biskup E3 leiki. Þannig að til dæmis hér og C5 með hugmyndin að leika riddari C4 hér hefði örugglega komið sterklega til greina. En ég ákvað að tefla þetta meira klassískt og leik D5. Og núna svartur eiginlega þvingað til þess að leika C5 vegna þess að eftir C-drepur hrókur C1, riddari C4 þá stendur drottningin bara illa á C7 reitnum og svartur hefur ekki grætt neitt á síðustu leikjum sínum. Þannig að Kristján leik C5 í þessar stöðu. Og núna mjög auðvelt fyrir hvítan að bara hrókera og tefla þetta rosalega hefðbundið. Það sem ég pældi í, af því svartur eiginlega ekki búinn að gera neitt, ekki þá bara auðvelt að fara að taka af honum allt rými á kóngsvagninum. Af því svarta plani hlýtur í þessum stöðum að vera að leika riddari E8 og F5. Þannig að ef við komum í veg fyrir það, þá nánast ekkert plan fyrir svarta. Ég leik þess vegna bara G4 í þessar stöðu. Hugmyndin ekki að leika G5 sem myndi einfaldlega gera svartum kleift að loka stöðunni á kóngsvagnum, heldur einfaldlega að ná meiru rými og taka reiti eins og H5 og gera F5 eða svona ógerlegt fyrir svartan. Svartur leik A6 sem ég fannst frekar passífur en ég get skilið hann kemur í veg fyrir riddari B5 leiki, H4 og næst leikur vill bara H5 í þessari stöðu. Drottning D7 hóta peðinu hér og mér fannst núna rosalega mikilvægt að valda peði ekki með því að leika eitthvað eins og F3. Þannig að ef ég leik F3 þá getur svartur mögulega að leika eitthvað eins og H5 og ef það drepið þá drepur með riddara og mér listilega ekkert á þetta dæmi fyrir hvítan. Engin ástæða til þess að leyfa honum að leika H5 þessar stöðu og reyna að loka hérna á kóngsvagninum. Þannig ég leik bara hrókur G á ennþá möguleikan inni að leika H5. Kristján leik riddari E8 og ég leik H5. Núna leik hann biskup F6 og það sem ég bjóst núna við að hann myndi fara að gera að reyna að leika G5, H6 og loka stöðunni eins mikið eins og hann gæti. Og þess vegna leik ég riddari F3 hér til að koma í veg fyrir það.
Hann lék þá biskup D8 sem frekar frumlegur leikur en sjálfum sér ekkert það hættulega fyrir mig. Ég held bara áfram með liðskipuna, drottning D2, þá leik hann F6 og núna hann alveg örugglega að fara að hugsa að leika G5 í þessa stöðu, þannig að ég einfaldlega drap og leik riddari H4. Og hugmyndin núna ef hann leikur G5 þá fæ ég rosalega góðan riddara hér á F5. Ef hann drepur þá get ég jafnvel drepið með EP og fengi E4 reytin fyrir riddaran og ég mun alltaf ná H-línunni og þetta verður frekar óþægileg staða fyrir hann. Hann leik í þessa stöðu drottning F7 og ég einfaldlega langkrókaði. Þá leik hann biskup D7, núna hugmyndin hjá hann að leika B5 og einfaldast svari oft þessu stöðum bara að koma í veg fyrir svona plön. Þess vegna leik ég bara kongur B1, þannig að núna B5 þrívalda hjá hvítum. En hann áeiginlega enga reyti aðra fyrir menninu sína vegna þess að þessi menn hér að bítast sömu reyti, þannig að hann ákvað að leika bara B5 samt. Ég drap með riddara. Ástæðan að ég vill eiginlega að hann skipti upp á hér á B5 og þá ég með biskupinn sem alltaf mjög sterkur í þessum stöðum. Hann drap og leik riddari G7 og þá leik ég biskup H6. Hugmyndin núna hjá mér að opna stöðuna, ég vil að fara að leika bara riddari F5 eða biskup drepur G7 og riddari F5 síðan. Hann leik drottning B7 sem eiginlega frekar desperat, ég leik einfaldlega bara A4 sem valda biskupinn og endurnýja hótunina hér á G6. Þá leik hann biskup A5 sem líka bara blöndur, hann hjálpar ekkert stöðunni hér, drottning E3 og drottning F7. Og núna var ég með örugglega svona 2 mínútur á klukkunni og ég sá að ég geti bara þyrfti að fara að opna stöðunni og leik þessuna riddara F5. Þetta í sjálfum sér ekki mannsfórn vegna þess að ef hann drepur með peði þá opnast G-línan og staðan bara búin. Þannig að það eiginlega ekki boði fyrir hann. Þannig að þegar hann drap hér og leik G5 þá bjóst hann örugglega við að ég myndi drepa á F8 og sú stað augljóslega unnin fyrir hvítan en svartur getur aðeins örugglega spriklað í nokkra leiki viðbót en eftir biskup G5 þá staðan bara alveg búin og núna opnast G-línan og svartur bara að lenda í mátneti. Þannig að þetta skákið mín við Kristján Örn á þriðjudagsmóti sem eins og segi var eitthvað besta skákið heimi en sýnir svolítið vel kannski hvernig á að tefla þessar kóngsindverja stöðu fyrir hvít og ég vona þetta hafi verið áhugaverð skák.